Komið sæl, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Þetta Pólitíkin 13. þáttur. Gestur minn að þessu sinni Margrét Sandes, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ. Margrét var formaður Samtaka verslunar og þjónustu á árunum 2014-19 og þar vann hún meðal annars ötulega því að bæta rekstraskilyrði einkareksturs í heilbrigðisþjónustu og skólamálum. Og í hennar tíð þar voru tollar af öllu nema matvöru og almenn vörugjöld felld niður. Margrét Sandes hefur frá árinu 1999 stýrt alþjóðlegu ráðgjafarfyrirtæki en auk þess starfaði Margrét í nokkur ár við kennslu. Hún hefur þá komið að stjórnum ýmissa samtaka og félaga og hefur árabil verið virkur þáttakandi í uppbyggingu atvinnulífsins. Margrét Sandes, velkomin. Takk fyrir. Byrjum á Reykjanesbæ og atvinnulífinu. Ég þarf auðvitað ekki að rekja fyrir fólk í stöðuna þar, við höfum heyrt það allt í fréttum. Hvernig líst þér á blikuna núna og horfurnar næstu mánuði eins og mál hafa þróast? Mér finnst mjög mikilvægt þegar maður byrjar að tala Suðurnesin að við horfum fyrst á tækifæri. Vegna þess að ég ætla ekki að sitja hérna og grenja og tala Suðurnesin þannig. Það er bara rangt. Sko, Suðurnesin eru svæði tækifærana. Þar höfum við alþjóðaflugvöll, frábærar hafnir og gríðarlega öfluga mannafla og mikinn sveigjanleika í umhverfinu. Af því að við erum vön áföllum og öðru í atvinnulífinu og við erum þar. En staðan í dag er hræðileg. Það er bara þannig. Og þá skiptir máli að við bara girðum okkur í brók og bara keyrum á að byggja okkur upp. Nú er landið að opna með næsta mánuð og það er nú svona eitthvað verið að reyna að koma þessum skimunum í kring. Og auðvitað eru við líka háð í hvað gerist í öðrum löndum með það. Það er nú ekki eins og við ráðum því einn. En það er svona, að koma fréttir Æslandi að fá einhver verkefni og þetta er svona, þetta lítur allan að þannig út núna eins og hjólinn sé og það er svona aðeins komin smá gangur í þau. Þetta sé að stefni rétt átt. Algjörlega, en sko við skulum bara gera okkur grein fyrir því og við þurfum auðvitað líka að vera raunsæ að þetta fer rólega af stað. Og menn verða hrættir fyrst til að byrja með, við náum ekki fluginu strax, en ég held aftur á móti að við verðum fyrr á ferðinni að rísa upp heldur en þar sem mennum fara að tala 3 til 5 ár. Mér finnst það nú ansi langur tími, róa sig á tímanum, sko. Þannig ég reikna með að við náum okkur fljótt, en við skulum aðeins samt sko átt okkur á að hlutinni gerast ekki að sjálfum sér og mikið svakalegri ána með að sjálfstæðismenn eru í ríkisstjórn. Þetta er hugsunarháttur og maður finnur það í bæjarpólitíkinni hvernig verða verðmætin til, hvernig verða störfin til. Ég skal lofa þér því að störfin verða ekki til ef ég siti þetta með hendur í skauti og ger ekki raskat. Ekki neitt. en það eru náttúrulega að verða til störfarna í tengslum við þessa hlutafjáraukningu Isavia. Og það er þarna verkefni líka í tengslu við veru okkar í NATO og viðhaldsverkefni sem búið að fjalla nokkuð í fjölmiðlum. Þannig að það er náttúrulega ýmislegt að gerast þó sem að sjá eða kannski ekki alveg niður í bæ. Þetta er meira upp á velli. Nei, við skulum tengja það líka bænum. Það er klárt alveg að það er þegar hefur verið spýtt í þarna. Og mér finnst einmitt að við þurfum að stíga fram Suðurnesjamenn og líka þakka það sem vel er gert. Og þú nefndir einmitt þarna, til dæmis eins og framkvæmdirnar hjá Isavia, ég meina við erum að tala nokkra milljarða, sko, við erum ekki að tala eitthvað smá verkefni. Og við gleymum alltaf þegar að ýmsir koma fram og gagnrýna þetta sé bara byggingaframkvæmdir og þetta sé bara ákveðin hópur sem formaður Samtaka verslunar og þjónustu, þá veit ég, sem ég var, að þá veit ég að sjálfsögðu verða alls konar störf í kringum svona hluti, afleidd störf og það er bara innspýting og við skulum líka horfa á Katigó, þar voru peningar fyrir COVID út af Aerotropolis uppbyggingu á svæðinu og þá skulum við horfa á Helguvíkina og þar erum við að tala að NATO sem er varnarbandalag, ekki herbandalag, mér finnst það stórmunur á, þetta er varnarbandalag og þar er NATO tilbúið að koma með Íslendingum í að byggja upp viðlaugkant sem að er gríðarlega stór framkvæmd en hún opnar gáttir fyrir okkur Suðurnesjamenn. Hún opnar gáttir, við skulum ekki bara tala herskip.
þó svo að herskipi séu núna í Reykjavík, þetta eins og það séu að koma í fyrsta skipti til Íslands herskip, umræðan þar. Þau að koma og þau eru í Reykjavík og ég get ekki betur heyrt en að Reykjavíkurborg vilji þau í burtu og við sem verið velkomin. Það mín skoðun. Við erum líka að tala um risaskemmtiferðaskip, við erum líka að tala um stór olíuflutningaskip, vegna þess að núna þurfum við að taka olíuna fyrir flugvélarnar á minni skipum, vegna þess að við höfum ekki viðlögkant. Þannig að þetta umhverfismál líka. Það sem að gleymist líka, ég alltalandi þegar ég byrja já, bara láttu flakka. Já, að við skulum ekki gleyma því að við erum líka að tala um leit og björgun og þar erum við í baráttu við önnur lönd út á Norður Atlantshafs siglingaleiðinni. Og leit og björgun að Norðmennirnir koma mjög sterkir þar inn og vilja fá það til sín. Suðurnesin hafa allt, við höfum risaflugvöll, við höfum fleiri en eina höfn og þar getum við með þessum viðlögkanti, þegar stórskip getur komið þarna líka, þá getum við verið tilbúin og sagt bara gjöru svo vel. Íslandingar hafa allt til að bera til þess að þjónusta þessa Norður Atlantshafs siglingaleið. Þannig að við erum að tala um svo mikið í kringum þetta og afleitust störfin Guð minn góður. Þess vegna segi ég, við verðum Suðurnesjamenn að standa saman í þessu. Mér alveg sama hvar í flokki og mér alveg sama þó að Sjálfstæðisflokkurinn sé í minnihluta, ef að meirihlutin vill skreita sig með þessu, mér nákvæmlega sama. Ég vil að Suðurnesin berjist fyrir þessu, að þetta verði að veruleika og að þetta skapi störf. En hvað eiginlega gerast þá í bæjarpólitíkinni vegna þess að ég fættur uppalinn þarna í bænum og það var alltaf svona þverpólitísk samstaða það að varnarliðið, verkefni sem þar voru og það var bara einn allaballi í gamla dag á móti og í alveg gífurlegum minnihluta og náði, sá flokkur náði ekkert inn í bæjarstjórn einu sinni, sennilega mitt út af andstöðinni við varnarliðið. Núna einhvern veginn svo að sjá að það svona þessu fálega tekið af þessum meirihluta sem bræðingur af vinstri flokkunum, Samfylkingin stæst og svo Framsókn líka og það einhvern veginn, maður ekki að skynja raunverulegan áhuga fyrir málinu og hvað veldur því? Ég bara átta mig ekki á því og ég næ ekki þessar umræðu. Ég skil ekki, ég skil eitt, það eina, ég alin upp í pólitík, þráttur að hafa verið mest, og engungu ég ný í pólitíkinni, en ég hef verið svona manneska bak við tjöldin, þannig að kannski þetta einhvað undirliggjandi þarna, að þeir vilja að, láta þetta, kannski þeir að stríða ríkisstjórninni, eða reyna að fella ríkisstjórnina, hafa eitthvað svona annað, það eina sem dettur í hug, ég skil það ekki, en þá átta ég mikið á hversuna fulltrúi Framsóknarmanna þar með, ég átta mikið á því, en ég hef þá trú að ef við bara förum upp úr hjólförunum í þessu og hugsum okkur, ræðum saman betur og horfum bara á hvað erum við sammála um. Það að það þarf þennan viðlögkant. Við þurfum að byggja þetta svæði upp út af varnarbandalaginu og bara just do it, eins og menn segja. Ég myndi vilja allavega, ég vil ekki setja með hendur í skauti, menn að segja þetta í fyrsta farið fyrir Alþingi. Það getur vel verið, en utanríkisráðherra, Guðlaugur Þór, hefur nefnt að það ekkit endilega svoleiðis. Það getur vel verið að tilkynningar hefði átt að berast öðruvísi og svo framvegis. Ætla menn virkilega að láta þetta mál stoppa á tæknilegum atriðum. Lögum þá sér tæknilegu atriði, byrjum bara aftur á byrjun og keyrum þetta í gang. Af því það ekki sjálfgefið að þetta farið til Suðurnesin, þetta getur farið hvert sem í raun og þetta getur nefnilega farið hvert sem og það það sem að við erum að horfa til. Og það geta aðrar hafnir, ég meina, við vitum þessa umræðu sem eru orði í Reykjavík. Þú veist, við erum ekki bara að tala risa herskipin, sem eru á höfnum hérna í Reykjavík og þetta hefur verið mikil umræða að það of mikið og umhverfislega séð, að þá vilja menn dreifa þessu meira.
Helguvíkin mjög góð fyrir þetta. Þá erum við líka að tala skemmtiferðaskipin. Og varðandi þessi stóru skip sem að koma, að það eru alls konar afleitt störf og það eru bara ef þú horfir á alla verslun, þjónustu, við erum að tala birgðahald, við erum að tala svo margt í kringum þetta og tala nú ekki iðnaðarmenn og svoleiðis þjónustu. Þetta svo mikið no-brainer að það hálfa hellingur. Þannig að svo hefur við verið að horfa til og það í umræðinni og einn af möguleikunum og ég ætla bara að ítreka það að þetta í umræðinni, þetta ekkert ákveðið og þar hefur bæjarstjórnin algjörlega staðið saman. Það varðandi að skip landhelgisgæslunnar færi sig til Suðurnesja, færi sig til Reykjanesbæjar og þar við saman að vinna að því að það geti orðið ef að það verður almenn sátt það. En þetta verkefni ekki til þess fallið að ýta enn frekar undir það ef að það ná að gera í rauninni miklu betri höfn og mun betri aðstæður til þess þá þetta væntanlega starfsemi sem gæti einhverju leyti farið saman. Jú, algjörlega. Skyldi maður ætla, sko? Jú, Reykjaneshafnir auðvitað með Njarðvíkurhöfnina líka og Njarðvíkurhöfnin vannýtt og hún myndi henta gríðarlega vel fyrir landhelgisgæsluna bara hreinnilega að vera höfn fyrir hana. En auðvitað skiptir máli í þessu samstarfi að vera með Helguvíkina og viðlaugkantinn og svona. Það myndi ýta auðvitað undir það, en það ekki make or break, eins og maður segir. Ég svolítið ánægð með þessa nálgun þín og sýna það að vera ekki einblín á vandamálin og frekar tækifærin á þessu ágæta svæði. Ég var með Pál Magnússon oddvita kjördæmisins, Suðurkjördæmis í viðtali síðast og við vorum með að ræða atvinnumálin á Suðurnesjum og ég nefndi mitt við hann þegar maður fer til Vestfjarða þá maður að hitta fólk sem að framleiða alls konar hluti, þess svona súkkulaði og guð veit hvað, en allir auðvitað að tala það að það flutningskostnaður sem stendur fyrir þrifum. Það til dæmis alls ekki vandamál á Suðurnesjunum, það alþjóðaflugvöllurinn þarna bara í bakgarðinum og svo ertu með höfuðborgarsvæði, stórt markasvæði innanlands í seilingarfjarlægð. Það svona hefur það stundum, ég nefnilega jafnvel innfættur skil ekki í rauninni af hverju það hefur gest í gegnum tíðina. Látum þetta ástand vera, það náttúrulega svona absúrt eitthvað, tökum það út menginu. En þú veist, þessi umræð atvinnumálin bara almennt í gegnum tíðina, af hverju hún hefur alltaf inn á milli orðið svona svört, sko. Hverjar skýringarnar á því? Verið að veðja á of fáa og of sveiflukennda atvinnuvegi? Já, ég held að ef við horfum fyrst á að herinn fór 2006, 2008 efnahagshrunið, þá bara efnahagshrunið auðvitað allstaðar, þannig að þá kemur ofan í það að herinn fór. Fólk hafði fengið vinnu annar staðar og það tvöfalt áfall. Og svo þetta auðvitað núna og þetta auðvitað einsleitnin. Þó svo að flugstöðin samgöngumál, þá þetta svo tengt ferðaþjónustu og allt í kringum það. Og af því að þú nefndi nýsköpunina, að þá eigum við auðvitað og þess vegna maður að tala kannski þetta með höfnina og möguleika þar og leit og björgun, að það akkurat til þess að koma með fleiri egg í körfuna, að þegar að ferðaþjónustan og flugvöllurinn fjara í gang, að við verðum ekki svona einsleitt atvinnusvæði, því að það eitthvað sem við viljum ekki sjá. En svo annað, að svo hafa menn verið að leita eða fara á nýja slóðir, svo sem að það komið mikið eitthvað gagnaverum. Nú síðast var ekki hægt að opna nýtt gagnaver á Suðurnesjum, vegna þess að Suðurnesjalína 2 í ágreiningi, að þar eru menn að tala að Suðurnesjalína 2 að fara í jörð og það þá að seinka málinu og það líka mikið rafmagnsóöryggi á Suðurnesjum og hræðilegt fyrir flugstöðuna þó hún hafi varafl. Þannig að við getum ekki tekið á móti gagnaveri og það líka, af því að við erum að tala um fleiri egg, að það líka slæmt. Þannig að við verðum að auka fjölbreytni í atvinnumálum og nýsköpunin þar, eins og þú segir réttilega, mikið atriði. Og ég held líka að menntunarmálinu og ég held að eins og Keilir, ég held að þessi gríðarlegi tækifæri hjá Keili í kringum nýsköpunina og annað sem að þeir geta komið með
og komið sterkt inn í og þá verður svona menntunarmöguleikar sem að eins og við vitum það sprettur alltaf mikið í kringum menntunina og það eitthvað sem að fólk sá ekkit fyrir sig fyrir örfáum árum síðan að þarna væri komin menntastofnun sem að útskrifa fólk á öllum mögulegum skólastigum sko, það segja háskólastiginu þú veist í öllum mögulegum greinum öllu heldur og það mörg spennandi verkefni þegar betur að gáð en til dæmis eins og kannski með ferðaþjónustu gæti lykillinn verið sá og nú ég bara svona að horfa á þetta svolítið innan og utan frá séð eða í senn Reykjanesskaginn þetta að mínu mati ein af mestu náttúruperlum Íslands bara vafalaust sko þar þetta Bláa lónið og alls konar af þrein Kleifarvatn alveg gríðarlega fallegt svæði þar til dæmis mætti vera hótel mættu sveitafélögin á svæðinu fara að hugsa þetta meira heildstætt að það væri hægt að koma og kaupa svona okkur one stop shop ykkur svona Reykjanes upplifun sem til dæmis ekki til staðar það svona söfn hér og þar og það svona verið að reyna en það eins og það vant einhvern veginn tengingarnar á milli skilurðu hverju fara Þú sér það að ég eiginlega springur hlátur þegar þú spyrir þetta vegna þess að ég alveg klára því að það einhverjir sem hlusta sem halda núna ég hef beðið að spyrja þessu Nei, þetta er bara mér hefur svo lengi fundist mér finnst þetta frábært, við erum svo sammála vegna þess að núna þegar COVID kemur og það núna sko hefur verið að íta mikið á þú veist, nú við bara keyra á að Íslendingarnir eiga að ferðast innanlands og koma á Suðurnesin af því að það svo mikið tækifæri þar og þá höfum við einmitt verið að tala sko Blálandsringur borða hjá Suðurnesjum vinkonurnar að fara þarna í gönguferðir golfið það eru ótal möguleikar Garskaginn, ekki gleyma honum sko Garskaginn og hjólaleiðirnar til dæmis hjólaleiðirnar af Suðurnesin sko það orðið, sko, það svo mikið hjólreiðar og það eru mjög margir sem í hjólreiðum sem að ég að ræða við sem veit ekki eins og þessum frábæru hjólreiðastígum sem á Suðurnesjum og þá var ég myndi að segja, akkur ekki bara hjólreiðaferð ég meina fólk að fara, ég fór í vikuferð ég ekki svona mikið hjólreiðamanniska sko ég fór í viku hjólreiðaferð til Ungverjalands og borgaði morð á milljón í einhver hótel og svona ég meina það fólk sem vill fara í hjólreiðaferðir og hafa eina staðsetningu og að hjóla ýmsa staði Suðurnesinu frábær í flatneskunni þar bara algjörlega frábær og þá komum við að þessu sem þú ert að segja það þessi pakkar, við kunnum þetta ekki Suðurnesjamenn og ég held að sé líka ég ekki vissum að það sé hátt hlutfall að Suðurnesjamennum sem átta sig á verðmætunum sem á Suðurnesjum sem sorglegt ég heldur verið fyrst að byrja á okkur sjálfum að vita og fara að tala svæðið svolítið upp, ekki eins og talað upp bara tala það eins og það af því að þetta frábært svæði fyrir innlenda ferðaþjónustu og tala nú ekki fyrir börnin ég held að sé hvergi á byggðu bóli hérna á Íslandi sem að eins mikið tæki fyrir börn að fara og stutt að keyra Sko, tölum þá aðeins líka verslun og þjónustu í framhaldinu í tengslu við bæinn sko meirihluti sjálfstæðismanna fór í þá sínum tíma alveg að endurgera Hafnargötuna og gera hana upp í svona gömlum sjarmerandi stíl og endurger og svo náttúrulega erum við gamla bæinn það búið að gera upp Fischershúsið, Dústorfan og þetta að verða afskaplega sjarmerandi ég verið að segja það alveg hreinskilnislega séð ég hefði alveg vilja sjá verslun og þjónustu þar aðeins meira spennandi í kjölfærið því þarna var bara eru bæjar yfirvöld að gera það sem þau að gera þau eru að skapa ramman og hvatan og allt og þetta hefði mátt fylgja betur eftir að mínu mati ein hugmyndin sem að maður hefur séð eins og það var talaði einhvern tímann við einhvern sérfræðing á INN einmitt í tengslum við Suðurnesin og hann sagði þetta gamalt sjávarþorp okkur ekki Hafnargatan full af einhverjum sjávaréttastöðum meina fólk að keyra á Eyrarbakka eftir humri blómum til Hveragerðis en maður kannski veit ekki alveg sko sunnudagsbíltúrin í Reykjanesbæ í hvað skilurðu ekki til dæmis þarna sko, en auðvitað veit ég líka leið að þessi verslun og þjónusta þarna hefur auðvitað líka liðið einhver leiti fyrir nálægina við Reykjavík það verður bara að segjast eins og líka en heldur að þarna sé hægt að gera betur, það eru staðir eins og Library og nú Hótel Keflavík að taka mikið til hjá sér og gera spennandi hluti þannig að heldur þetta sé þetta náð innanlandsmarkanum líka í sunnudagsbíltúrin?
til Keflavíkur og og Reykjanesbæ? það við skulum átta okkur á því að Hafnarfjörður styttra að fara frá Reykjavík heldur en Reykjanesbær. Hafnarfjörður átti með frumkvæði að svona, fór að búa til alls konar uppákomur sem dró hóp til Hafnarfjarðar, og það akkurat það sem að við á Suðurnesjum verðum að gera. En ég held að sko bara ljósanótt kannski ekki nóg. Ljósanótt gott dæmi þar sem þú getur búið til ákveðið konsept þar sem að þú ert í raunin að fylla bæinn bara sko frá miðvikudegi fram á mánudag sko. Þannig að það eru þessi konsept en þú átt ekki að hætta þar, og það bara eins og Vestmannaeyingar, þeir eru algjörðu snillingar að finna hugmyndir, komið hugmyndir þar sem að fólk boðið velkomið. Það ekki annað að vera að hlaupa helgi eða hvað sem og að því var að tala börnin, að þetta nægilega stutt, þetta ekki nema hálftími, að Skessuhöll, flottasta sundlaug norðan Alpafjalla, segi ég nú bara, sem á Suðurnesjum, að fara með börnin í sund og svo þessi matsölustæður og annað. Þú veist, það er þessi hugsun, ferðahugsun, og horfa þetta út frá, ég segi, nú tala ég frá atvinnulífinu, út frá viðskiptavininum. Þú veist, ekki út frá okkur, heldur út frá viðskiptavininum. Þú veist, akkur á fólk að koma að það. Og við höfum allt til að bjóða. Og Hafnargatan einmitt, sko, þú verður að vera með fleiri uppákomur heldur en bara ljósanótt. Og þar þurfa allir að koma einmitt, og að mínum bara svona tiltölulega nýju pólitíkinni, þá getur bærinn orðið samstarfsvettvangurinn og drifið svolítið áfram samtalið, og síðan það sjálfsögðu einstaklingarnir sem síðan verða drifkrafturinn og kæra þetta áfram. Skiptir miklu meira heldur en kannski alltaf að vera að fá stórar opinbera ríkislausnir eða eitthvað svoleiðis í atvinnumálum. Það þarf að vera með fjölbreytni, kemur frá fólkinu sjálfu. Já. En þú ert nú oddviti Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn eins og ég fór yfir og sem nú í minnihluta eftir langa setu í hreinu meirihluta, alveg umskiptið þar. Hvernig telur þú að flokkurinn geti endurheimt styrk sinn í bænum? Við verðum náttúrulega að, sko, við allavega ætlum ekki að segja hvað á ekki að gera. Og ég vona að í þessu spjall okkar hafi ég nú komið kannski með einhvað sem væri gott að gera. Og ég held að við þurfum að koma því, sko, betur á framfæri, og sjálfstæðismenn, sko, gerðu mjög vel að flestu leyti þegar þau voru í meirihluta. Það voru ákveðin hlutir sem að ég persónulega ekkert sátt við, ekkert frekar en þeir sem voru í meirihluta þá, hvernig það síðan þróaðist. Þannig að ég held að sjálfstæðismenn eigi bara að vera svolítið stoltir af því sem það gerðu vel, segja frá því, en ekki síður horfa til tækifærana og benda á mismun flokkana. Þú veist, að mínum eru flokkarnir sem eru núna við stjórn, sérfræðingar að segja okkur hvað ekki að gera í Helguvík eða einhvers staðar annar staðar. En ég hef ekki heyrt mikið talað hvað þeir vilja gera. Þannig að auðvitað þurfum við að vera með þá einhvað á borðinu hvað við viljum gera til þess að ná meirihlutanum. Tökum nú aðeins hvíld frá Reykjanesbæ. Mjög gaman að tala Reykjanesbæ. Þú heyrir að ég er með mjög langar spurningar því ég er pín að koma sjálfur mér að því líka að vera skoðanir. Þetta þykir manni vænt gamla heimabæin sinn. Hvað heldur þið? En þú varst nú árabil formað samtaka verslunar og þjónustu, eins og ég segi, og þú hefur þar leiðandi mikla innsýn inn í þau mál. Hvernig heldur þú að sá bransi bara á landsvísu muni koma frá þessu COVID ástandi? Ég held að það skipti gríðarlega miklu máli hvernig allir stíga fram, og af því að það er svo mikið óvissa, þá er mesta hættan að allir stígi fram og tali hvað allt sé hræðilegt. Og því meira sem við tölum að þetta verði hræðilegt og þetta verður í langa tíma og allir eru atvinnulausir og það verða allir blankir og svo framvegis, þá fer verslun og þjónusta að vera í vondum málum, vegna þess að þá fara þeir sem eiga peninga að halda fjármagninu að sér, og þá virkilega byrja vandræðin. Ef að við náum ekki að láta þá peninga sem þó eru til tala. Það sko, þó að bara sem dæmi, ef við erum að tala 28% atvinnuleysi sem hræðileg tala á Suðurnesjum, þá skulum við átta okkur á því að það eru 72% með atvinnu. 72%.
og þessi 72% þau eru að versla, þau eru að kaupa sér, þau eru að ferðast og auðvitað hinn líka, ég er bara að tala við viljum að fjármagnið tali og við verðum að meðvituð að byggja okkur upp. Þess vegna sko ekki fara alveg í hýðið bara og gera ekki neitt. Halda sér höndum. Ég meina Íslendingar eru þekkti fyrir það að eyða miklu á ferðalögum til dæmis og svo sér maður svona, ég hlusta alltaf líka svolítið eftir því sem við getum sett svona kaupmaðurinn á horninu, þessi sem eiga litlu búðirnar og mér var svona svolítið gaman, ég var að lesa það í mokkanum að strákarnir í Húra Reykjavík hérna á Hverfisgötunni, þeir segja það bara gangi vel og þeim líst bara vel á sumari vegna þess að nú er fólki sem er að versla í útlöndum, fötin sín og svona, er að koma til þeirra, þetta viljum við vera áfram fín á sumrin, þannig að það er alveg tækifæri í þessu og eins er við líka hér til byggingavöru verslunum, margir hafa nýtt tækifærið og það er stundum bara eins og sumarvertíð búið að vera síðustu vikur þannig að það er ekki þar með sagt að þessu ljúki bara segja svona. Sko bróðurparturinn vantarlega af verslunarþjónustu er bara í fínu lagi, þá bara sérstaklega verslunarfyrirtækjunum og það er akkurat eins og þú segir að það er bara hreinlega verslun erlendis hefur verið gríðarlega mikið og það hefur verið flutningur í ferðatöskum heim, eitthvað minnkað en þar hefur póstverslunni líka verið mikil og það virðist að dreigið eitthvað úr henni núna. Þannig að og svo líka bara matvöruverslanir og svo þegar ferðalögin verða mikil innanlands að það verður auðvitað samdráttur út af erlendu ferðamönnum en Íslendingar er ekki að fara út og það er ekki sama magnið en við erum dálítið góði að versla Íslendingar. Þannig að ég er bara bjartsýn varðandi verslunina. Og þess vegna er ég að tala að horfum á það sem að er að ganga vel og hvað er jákvætt í þessu til þess einmitt að þetta haldi áfram af því að ég held að sko ég hef ennþá trú ég er kannski bara með sólglerun, ég er eins og Davíð Oddsson var alltaf teiknarinn og með sólglerun ég er bara bjartsýn manneska ég meina horfðu á, vegna þess að ég er búin að búa erlendis, bæði í Bandaríkjunum og í Frakklandi og ef þú horfir á fjölmiðla, það er sama í hvaða landi það er allsstaðar verið að horfa til Íslands eftir COVID og þegar að þessi hræðsla að ferðast, hvert fara þá menn þegar þeir eru að ferðast? Þeir fara til þeirra landa sem þeir telja sér örugg. Þannig að ef við erum bara að tala við skulum bara láta þetta ári vera vegna þess að það er svolítið tilraunastarfsemi en tölum næsta ár og það næsta ár munið eftir Eyjafjallajökli. Það var bara dauða djöfull en það var mesta tækifæri og hvernig við unnum úr því það var algjörlega frábært ég er bara mjög bjartsýn á að landi rísir hratt og vel en þá verðum við líka að vera tilbúin ekki sitja með hendur í skaut og bíða heldur bara að keyra á þetta og þá gerist eitthvað. Já, ég nefndi í inngangi að þú þegar þú varst í samtökum verslunar og þjónustu vannstu mikið að því að bæta rekstrarskilyrði fyrir einkarekstur í heilbrigðisþjónustu og skólamálum og Kári Stefánsson var í frægu viðtali í Kastljósi og þar er hann að lýsa þessum veruleika þar sem að hann upplifir á bara einhvers konar áhugaleysi heilbrigðisráðherra á íslenska erfðagreiningu að því að það sé einkarekstur í svona undir þessari heilbrigðisreglíf hvernig upplifir þú núna, nú erum við til dæmis í samstarfi við flokk sem er á móti þessu, það er bara skýr hugmyndafræðilegur ágreiningur hefur þetta, þar að segja einkarekstur í þessum tveimur mikilvæga málflokkum þróast hraðar eða hægar en þú hefði viljað sjá? Guð minn góður, þetta þróast svo hægt að það er bara sko, ég heldur sem við með minni einkareksturinn í Kína þú veist, þetta er algjörlega galið og þetta var þetta, vitið það að ég held að sko þetta viðtal með hann Kára þetta er algjörlega frábært það er út af mörgu og ef við tökum bara hvernig hann nálgast hlutina í lausnum hann talar bara sem dæmi verðið á skimuninni hann talar 4-5.000 ég man nú ekki alveg hvað hann var að tala 3-5.000 en það er talað 50.000 og hann segir það er ekki fjárfestingar inn í því ég segi nú bara, þú veist þó þetta sé heilbrigðisráðherra sem er á móti einkarekstri bara gjörðu svo vel Kári þú færð bara hann má fá 10.000 krónur á ferðamann
ef hann heldur þetta kosti að mestalagi 5.000, fáðu bara 10.000 á ferðamann, ríkið ætlar að borga 50.000 fyrir það, fáðu 10.000 krónur á ferðamann, þú bara sérð þetta. Væri það ekki frábært? Og þetta akkurat í hnotskurn munurinn á einkarekstri og ríkisrekstri að mínu mati. Og þetta mikil einfaldun en í alvöru. Mér finnst þetta bara frábært dæmi og ég held að, ég ekki óánægð með ríkisstjórninni í heild sinni. Ég mjög ánægð með þessa ríkisstjórn og í erfiða árferði gott að hafa mismunandi flokka inn í ríkisstjórninni. En guð minn góður, hugmyndafræðin bara svo ólík en Svandís frábær manneskja og ég reikna bara með því að hún sjái bara ljósið í þessu eins og öðru. Reynslana minnstakosti ekkert slæm. Einkareknar heilsugæslur hérna á höfuðborgarsvæðinu, þær fáu sem til staðar, þær eru engu síður að sýna mesta ánægju sjúklinga og ekki erum við að heyra fréttir af því að þessi verið að vísa frá fólki vegna efnahags eða eitthvað slíkt, eins og alltaf undirliggjandi ótti í þessu. Það eru svo margir sem rugla saman einkarekstri og einkavæðingu. Við erum að tala einkarekstur. Þetta fyrir alla á Íslandi. Að mínu mati, með þessari stefnu stjórnvalda verið að búa til mismunun. Hvað að gerast núna? Það fólk að fara í nýjaðgerðir í klínikina sem á pening, borga 1 milljón fyrir það, eða einhvað, 1 milljón, ég reikna með því að sé kringu það. Þeir sem eiga ekki pening komast ekki neitt. Ef við værum með einkarekstur, þá væri það allt öðruvísi. Þá myndi ríkið borga bara féfylgi sjúklingi og borga þetta kostnaður við aðgerðina og borga þá klínikinni eða einhverjum öðrum. Og þetta sem þú nefnir með heilsugæslustöðvarnar og þetta það sem við margbendum á hjá Samtökum verslunar og þjónustu að einkareksturinn að það var gerð könnun sem fór mjög lítið fyrir ánægja þeirra sem noti þetta var hærri. Að framlega bara productivity, það bara að framleiðnin þeirra var miklu meiri og fjöldin sem fór í gegn samt voru sjúklingarnir eða þeir sem kom inn voru ánægari og starfsfólki var ánægara og það var ef þú ert með alla þessa þætti góða og við erum ekki að mismuna þá þetta bara no-brainer en þá skulum við athuga eitt við skulum fyrst bara horfa á hvert markmið okkar og þar eru við Svandís væntanlega sammála það að við viljum besta heilbrigðis- og skólakerfi fyrir landið og fyrir alla, ekki mismuna. Það aðalatriðið og þú getur gert það með einkarekstri. Margrét, það fyrir svona líða að lokum en mér langar svona aðeins kannski að fara í lengra en í bakgrunniðin en bara kannski svona þennan stjórnmálaferil. Þú ert bæjarstjóradóttir, ekki satt? Var ekki pappiðin bæjarstjóri Njarðvík? Jú. Og systir Jónína var lengi í bæjarstjórn Formar bæjar í Njarðvík og svo Reykjanesbæ ekki Njarðvík. Þannig að þið eru svona pólitísk fjölskylda. Var þetta svona eitthvað umhverfi sem var þess valdandi að það kannski kom aldrei neitt annað til greina? Ó Guð, aldrei. Ég ætlaði bara aldrei að fara í pólitík. Ég var alltaf svona manneskjan á bak við tjöldin, það var allt í lagi, en Guð minn góð, ég ætlaði ekki í pólitík. Það var bara nei og það var margoft, þú veist, tala við mig, viltu ekki koma að lista, viltu vera með og eitthvað svona, og svo var ég framkvæmdastjóri hjá Deloitte, þá passaði nú ekki þessu hlutlausa fyrirtæki að vera í pólitíkinni, en að fara í pólitíkina, nei. Svo þegar að við vorum búin að vera í minnihluta og þeir voru allir að hætta og þessi áskorun kemur, að ég get ekki sagt að þarna, þetta var bara rétt ákvörðun, en þetta var svakalega erfið ákvörðun. En ég brjálæðislega pólitísk og hef alltaf verið. En mér langar að nefna, því hún nefnir pappa sem bæjarstjóra, hann fer í pólitíkinu 4 ár sem bæjarstjóri sjálfstæðismanna, sem þeir voru í meirihluta. Sjálfstæðismenn missa meirihlutan og hann var ráðinn bæjarstjóri af minnihlutanum. Það var Kommunum, Alþýðubandalaginu, Alþýðuflokknum og Framsóknarflokki. Og hann var 4 ár þar og síðan var að síðustu 4 árin hann að bæjarstjóri sjálfstæðismanna. Það segir nú eiginlega mikið hann. Já, og ég var að vonast eftir að komast inn í pólitíkina þannig, en einhvern veginn, ég bara
vonandi hef ég einhvað að hans hæfileikum að ná fólki saman og það það sem ég að vonast eftir í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Það alvarlegt ástand, það eru svakleg tækifæri. Af hverju getum við ekki bara gert þetta saman? Hvað málið? Þetta eru flott lokaorð. Margrét Sanders, takk kærlega fyrir komuna í pólitíkina og gangið allt í haginn. Takk fyrir.